sko þeir Já, Við getum verið með beina útsendingu í símanum hérna. Bara 35, appið bara. En er þetta lélegt net eða? nei, já, það er alveg nógu gott sko. Finnst þetta frekar glatast? Svo er Hamar Breiðablik og allt saman í kvöld. Já. Fullt af leikjum. Hvað er í gangi það með net? Það er ekki að færa sko tölfræðina til. Já. Það er í svona. Hvað er þetta í leik eða? Já, þetta er í leik. Já. Það klára það aðeins. Það er bara, þú veist, ekkert mál. Hver er Edvínas? Já, Edvínas. Hver er, já, var það fyrsti kannin hjá okkur. Þú átt sem kameran út. Já, já. Það er ekki að glefa hann alveg á.
Halló. Ok. Góða kvöldið. Góða kvöldið. Kæru áhorfendur, velkomin í beina útsendingu frá Schenker-höllinni á Haukar TV. Ég heiti Brynjar Þór Þorsteinsson, hliðina á mér er Davíð Ásgrímsson og við ætlum að lýsa leik Hauka og KR, leik númer 3 í undanúrslitum. Staðan í jöfn 1-1 eftir ævintýralegan sigur KR í síðasta leik sem margir telja að hafi verið Haukana sem hefðu tapað og klúrað þessu. Já. Það má svo sem alveg segja það, en það var samt að KR-ingar sköpuðu nú þetta tækifæri fyrir sig sjálfur og Þeir gerðu bara betur en Haukarnir þegar mest lá við og skiluðu bara sigrinum heim, en Haukarnir þeir bökkuðu ansi mikið í lokin og það var lítill kraftur á loka mínútunum hjá Haukunum. Það voru mjög passífir, engin kraftur í sóknarleikum, voru í rauninni bara láta tíman líða og það kann ekki góðri lukku að stýra eins og maður segir. Nei, KR-ingar er náttúrulega, eins og talaðum, ofboðslega vel rútíneraðir, kunna leikir frá A til Ö og þeir eru ekkert þó þeir séu eins og þessum leik 10-11 stigum yfir þegar eru 3 mínútur eftir. Það er ekki skelfing að setja inn hjá KR-ingunum í svoleiðis stöðu. Alls ekki, þeir hafa verið í þessari stöðu áður, fjórfaldir Íslandsmeistarar og eru stefnað sínum 5. titli í röð og ef það myndi gerast er það einstakt afrek, það verður að segjast alveg svo er og Haukarnir reyna náttúrulega hvað sem þeir geta til þess að stoppa það, en KR-ingar með gott lið en það er ekki með fullskipa lið, með skilst að Jón Arnór sé úti. Hann meiddist í síðasta leik, en nú hef ég ekki kannski alveg nýjustu upplýsingar með það. Nei, það er ekki komnar inn núna, statistíkin er ekki komin inn á KKÍ, á KKÍ.is, þannig að við vitjum okkur bara fréttir af því neðamenn. Við höfum alltaf ekki séð hann henni í salnum. Jó, hann labbaði inn á hann og var eitthvað í kringum liðið að skjóta, en hann var í frekar borgaralegum buxum, verð ég að segja. Borgaralegum klæðum, en samt svona gæti verið óvænt upp að koma ef hann myndi koma klæðaspúning. Já, þeir hættir vita, það er náttúrulega búið að skila inn skýrslu fyrir einhverju síðan og liðin eru með það á hreinu. Ég persónulega fannst mér í leikvöru nr. 2 að KR-ingarnir verða sterkari í lokin þegar Jón Arnór var sestur niður. Hann er bara meiddur. Það er rauninni bara málið. Hann er ekki 100%, hann er kannski 60% í mesta lagi. Og hann er náttúrulega ekkert lélegur Jón Arnór. Nei, alls ekki. En þeir þurfa á honum 100% að halda í svona rosalega fysikal leik líka. Þetta var líkanlega leikur, sterkur leikur og svona dómarnir leyfðu ansi mikið. Það hefur verið gaman að fylgjast með bara línunni í úrslitakeppninni. Ég horfðum á leik, kannski, og þú átt á líka, IR Tindastóll. Það sem að var, Tindastóll IR, það sem að var bara allt önnur lína heldur en í flestum öðru leiki sem það eru síðan. Það var mikið dæmt þar. Mikið dæmt og Tindastóll var 49 sinnum á línuna, 49 vítaskot í heilum leik, sem er alveg rosalega mikið. Klúðruðu 19 af þeim. Sem fór ansi langt með bara leikinn hjá þeim. Já, ekki spurning. En það hefur verið, við rættum það í útsendingunni í gær, þar sem að Haukastelpunar, til hamingju Haukastelpur. Til hamingju Haukastelpur, konur í úrslit. Úrslitinn, mæta þar annarkvort Val eða Keflavík. Og eins og við segja, við vorum að tala um þetta í gær, að reglurnar er ekkert að breytast og það kom úrslitakeppni. Þú átt að spila eftir sömu reglum eins og í deildakeppni, en það virðist bara einhvern veginn vera samþykkt að menn fái að leyfa sér meira þegar kemur að úrslitakeppninni og dómarnir setja þá línu bara sjálfur. Þeir setja það algjörlega sjálfur strax í byrjunna í leiknum og auðvitað mun alltaf skapast misræmi hann á milli. Þetta er jú þessi mannlegi þáttur og hann er ekki vélrædd og hann svona fer eftir aðstæðum hverju sinni og því andrúmslofti sem búið er að skapa. Já, algjörlega. Eftir því sem að fleiri áhorfendur mæta og hávaðinn eykst og annað, þá náttúrulega stíga leikmennir upp og láta meira að finna fyrir sér og dómarnir náttúrulega, eins og þú segir, þetta er mannlegur þáttur og þeir láta þetta oft svona, bara þeir breyta svolítið dómgæslunni sinni og leikmenn verða þá líka bara að þola það. Sjáum við KR-ingarna komin í salinn. Koma KR-ingar í salinn og fjölmargir áhorfendur úr Vesturbænum mættir, þeir standa á fætur og klappa fyrir sínum mönnum eðlilega.
Á eftir þeim koma Haukarnir og Já, nú sjáum við það að Jón Árnór ekki, hann bara í strigaskónum sínist mér. Já, hann bara tilbúinn á kannski skateboardið eða eitthvað sko, ég veit það ekki. Já, eða hvað, hann að labba þetta inn og það verður fróðilegt að fylgjast með hvað hann gerir, ég held ekki. En eins og ég segi, það KR-ingarnar eru með svo rosalega gott lið og vel rútínerað að þeir þola þetta. Já, en við sjáum að Jón Árnór bara hann til að hvetja sína menn áfram. Og þannig það bara, en Brynjar Þór Björnsson hann er með. Já. Hann var nú ekki skeináttur sóknarlega fannst mér í síðasta leik. Nei. Hann var svona í erfiðleikum að finna sig en varnarlega sér var hann mjög góður og hafði mikil áhrif á leikinn. Verður að segjast alveg eins og það verður fróðilegt að fylgjast með þessu. Haukarnir töluðu með eitthvað í síðasta leik að Paul Anthony Jones væri eitthvað meiddur. Við náðum ekki hvað það var. Hann var vinstri olbóinn sem rauninni skothöndin hans. Hann overextendaði það í leika móti Keflavík þegar hann óð upp og blokkaði. Já, þetta eru þau meiðsli bara ennþá sem þau tóku svo upp aftur þegar Hjálmar hljóp óvart á olbóinn í skotæfingu. Í skotæfingu. Eins mikið slys og það En svona það bara. En mér skilst að það sé, hann búinn að jafna sig á því og það á ekki að hafa neinn áhrif. Þetta voru bara einhver eymsli. Tóku svo upp. En það líka kannski, menn rættum það mikið að það vantaði framlag frá honum í síðasta leik. Já, þeir klipptu vel á hann líka. Þeir náttúrulega breyttu svolítið varnarskipulaginu sínu líka í síðasta leik. Og þeir létu Kristófer Eikóks dekkan lengst af. Og Kristófer Eikóks bara algjörlega magnaður varnarmaður. Og hann náði þess að hægja á honum. Hann átti erfitt með að aðtala sig og svona losa sig. Nákvæmlega mikil skrokkur. En það náttúrulega ætti að þýða það að Kristófer Eikóks þá að eldan ansi hátt uppi á vellinum og ætti þá að opna svolítið miðjunni fyrir aðra leikmenn. Ætti reyna að gera það. Mér fannst reyndar á köflum að þeir voru mjög mikið að halda honum í vörninni. KR-ingar, sérstaklega þegar Brynjar Þór Björnsson kom inn og Jón Árnór þeir skipta á hann. Og hann fékk rauninni ekkert að hreyfa sig. En svona það. Þetta var bara taktík sem virkaði hjá KR ágætlega. Og þetta sem að segja, þetta svona línan sem að hefur verið kannski að við sáum í úrslitakeppnina móti Keflavík að það var menn fengu að spila rosalega stífa vörn bæði lið. Og það eru verið að kynna liðin til leiks og ekki bara leyfa þess að rúlla Magnúsi að kynna liðin og dómarana og þjálfara og fleira. Við komum tilbaka rétt strax. Já. Þá komið að því að kynna við gestana úr Vestfjarðabæ Reykjavíkur. Númer 4 Brynjar Þór Björnsson. Númer 5 Orri Humansson. Númer 6 Kristófer Eikóks. Númer 8 Björn Kristjánsson. Númer 9 Jón Árnór Stefánsson. Númer 10 Árnór Hermansson. Númer 11 Helgur Már Magnússon. Númer 13 Starri Gunnarsson. Númer 14 Vilhelmur Kári Jensson. Númer 15 Pavel Czerwolinski. Númer 23 Sigurður Már Kárason. Og númer 25 Brendan Þóras. Þjálfari KR Finnur Freyr Stefánsson og honum aðstoðar Skúli Ingibergur Þórarinsson. Now,
Sigurðarson. Númer 14, Friðrik Emil Bjarnar. Númer 15, Alex Rapp Guðmundsson. Aðstoðarþjálfara Hauka fyrir í kvöld eru þeir Vilhjálmur Skúli Steinarsson og Steinar Aronsson. En þjálfari Hauka er enginn annar en afmælisbarn dagsins Ívar Hafsteinsson. Njótum leiksins, kæru áhorfendur, munum að við erum stuðningsfólk, við erum með klöppur í höndunum, við erum með lóða á lúkunum, við notum það til þess að klappa, við gerum hávaða, við stöndum, við öskrum, við styðjum okkar lið. Áfram, Hauka! Jæja, góðir áhorfendur, það er búið að kynna liðin til leiks ásamt dómurum og þjálfurum og vert að minnast á það er afmælisdagur annars þjálfarans. Hann heitir Ívar Ásgrímsson, er þjálfari Hauka og við hlið mér er bróðir hans, Davíð Ásgrímsson, til hamingju með bróðinn. Takk fyrir það, takk fyrir það. Og Fóru að rætta hans við hann áðan, hann sagði að þetta hefði verið góður dagur. já, Litið vel út. Menn voru bjartsýnir á bekknum fyrir leik og menn ætla sér sigur. að sjálfsögðu, það þýðir ekkert annað, vona að strákarnir gefa honum það gjöf að vinna leikinn. Heldur betur. Það verður ánægt fyrir kallinn. En það er aldrei að vita, káringar eru til að skemma partíið að sjálfsögðu. Og við sjáum hvað setur. Byrjunarliðin eru komin. Já, Haukum er það Finnur Atli Magnússon, Pól Antoni Jones, Kári Jónsson, Breki Gylfa og Emil Barja. Já, káringum er það Brynjar Þór Björnsson, Kristófer Eikóks, Björn Kristjánsson og Darri og Pavel. Já, þetta er sama byrjanlið og Haukum síns mér. Já, og þetta sé gefa kapp. Kemur Brynjar innstæður Jón Arnór og KR eða? Já, mér sýnist það. Já, hann byrjar á bekknum held ég. Já. Þannig að hann kemur inn. Á öðru leyti er þetta óbreytt lið. Það er gaman að sjá svona strax í byrjun hvaða áherslubreytingar þjálfarar hafa lagt á liðið sín fyrir þennan leik. Já, þeir sem segir við sáum þessa breytingu síðasta leik að þeir hérna káringar létu Eikóks fara aðeins meira á Pól Antoni Jones. akkurat. En sama verður með Haukana að Haukarnir hafi átt talsverðum erfiðleikum við Björn Kristjánsson. Hann hefur verið svona einn af sá leikmaður í KR sem hefur spilað hvað best í þessum leikjum. Engin spurning. Og Haukarnir hafa ráð illa við hann í bikarrólinu og öðru. Það verður fróðilegt að sjá hvort það þeir breyti eitthvað til og hver dekkar hann. Já, svo Haukarnir hafa náttúrulega beitt stífri maður og mannvörn. Hafa pakkað vel inn í teg til þess að verjast pick-and-rollinu frá Eikóks. Og Pavel, þeir hafa verið að leika vel saman, en líka Darri og Eikóks. Darri með góða sendingar á hann. En káringar hafa nú mest allan leik seríuna verið að spila maður mann, en þeir breyttu nú og þeir hafa verið að setja í svæðisvöld líka. Já, 3-2. Já. Og ekkert ósvipað og Keflavík gerði það mót okkur. Akkurat. Haukarnir eru svona kannski það lið sem hefur hvað minnst farið í svæðisvörn af þessum liðum sem við höfum séð og ég veit að þeir eru ekki mikið í hraði. Svæðisvörn er að koma aftur. Svæðisvörn kemur sterk inn. Já, síðast að 3-2 sé vinsælla afbrigði. Já, nákvæmlega. Ég horfði á
á leik hérna Hamars og Breiðabliks í úrslitaleik í fyrstu deildinni og þar voru bæði liðin mestmegnis sýndist mér í Svæðisvöll. Þannig að þetta svona liður fann að beita þessu aftur eftir að svona nokkru ári lið. Jæja, gott fólk, þá fyrir þetta að byrja. Jump ball. Leikur er varnast að Káringar hefur boltan. Við sjáum það að Paul Anthony Jones byrjar á Birni, Kári á Brynjari og Finnur á Kristoffer Eikóks. Sjáum hvað Kári náttúrulega gerir í fyrstu sókn. Pavel var rosalegur í hérna framlengingunni en þeir senda boltan út af. Káringarnir hafa verið svolítið mislaðar hendur í byrjun leikja og verið að tapa boltan svolítið mikið. Þá sjáum við það að mér sýnist KR byrja í Svæðisvöll. Mér sýnist það líka. Já, þar er hérna alveg laus. Sjáum hvað Haukarnir gera við því. Jájá, þetta er Svæðisvöll. Jájá. Það verður Haukarnir að vera aggressífir. Paul Anthony Jones. Hann verður að taka þetta skot að mínum mati. Hittir ekki. Gott keyrsla upp á körfu hjá honum. Já, hann verður að klára þetta næst. Brynjar, Haukarnir ekki vakandi. Paul Anthony Jones og seinna aftur. Björn Kristjánsson byrjar leikinn eins og hann endaði þann síðasta. Sjóðandi hittur. Fyrsta karvan kominn. Þriggjastaðar skot frá Birni þar sem Haukarnir sváfa verðinum. Það verður flott að sjá hvernig þetta verður. Finnur reynir að svara, hittir ekki. Emil, hittir ekki. Já, hann er boltið á Haukar. Já. Emil opinn að ná ekki að tippa á voni. Þá erum við að klára. Hvað gerist? Kári kemur í gegn. Finnur Atli. Hittir ekki. Kristoffer Eikóks með frákast. Kemur Darri. Breki á Darra. Brynjar Björn. Beint við þriggjastaða. Hittir ekki. Boltinn fyrir út af. Þeir ætla að greinilega æsa svolítið leikinu upp Káringar. Þeir fara snemma í þriggjastaðaskot, taka öll opin skot. Sjáum við hvað þeir gera mótið Svæðisvöllinni. Emil, nú er aðalatriðið að vera ekki rægir. Emil Barja, þriggjastaðaskot, setur hann. Jafna leikinn, Emil Barja. Mikilvæg karfa á mótið Svæðisvöllinni. Haukarnir geta eiga til að hitta þriggjastaðaskotu. Já, Kristoffer Eikóks. Kristoffer Eikóks er ekki hættulegu þarna úti en hann kemur inn á rosalegum krafti. Hann vonlaust að stoppa hann undir. Já, við sjáum það. Við getum séð það hversu mikið hérna Finnur fellur af honum. Breki, góð hreyfing hjá honum. Finnur Paul Anthony Jones. Emil Barja. Haukarnir eitthvað. Emil Barja aftur þriggjastaða, hittir ekki. Hvenær er honum? Þetta er bolti sem að mér sýndist Emil slá þennan bolta út af en ég veit það ekki. Dómarinn er ekki viss. Þá er eina rétt í stöðinni að dæma bara uppkast. Já, mér sýnist að það verður hann bara gert. Þá eiga Haukar boltan. Nú, já, ok. Nei. Þeir hafa komist að niðurstöðu og Káringar eiga boltan. Ég held þetta hafi nú verið rétt. Ég veist samt sko þegar ég myndi treysta dómarunum betur þegar annar þeirra sýnir sakstur og ég held að þetta sé þarna. Fóru sýnir nokkra hreyfingu og þú talaði saman, þannig að en þeir hafa nú ekki séð þetta vel sko. Nei, þeir sáu þetta ekki vel sko. Sjáum hvað ég gera, take and roll. Það er KR sóknin. Brynjar rennur. Haukarnir komið ferðinni. Þetta er villa. Kári setur hann, vel gert, 5-5. Já. Vel gert á Kára, mikilvægt að fá hann í gang. Strax í byrjun, fá inn að auðvöldakörfu. Brynjar, boltinn út af. Við sáum þetta síðasta leik að Káringar voru að henda boltanum svolítið út af. Og það var þá meira undir ykkur í góðri vörn og pressu en þarna var nú kannski ekki mikil gerast en þetta er náttúrulega hátt spennustig. Við sáum nú Emil henda boltanum út af líka. Gott að þetta er góð vörn til KR. Náttúrulega 9 sekúndur eftir skóklukkunni. Sjáum hvað Haukarnir gera úr sengasti. Fín vörð þarna. Kári Jónsson. Móti Birni. Góð vörð til Birni. Missi boltan út af. Spurning hvað dómarnir segja með skotklukkuna. Það er sennilega resetta hana. Já, er resetta hana. Sjáum hvað Kristinn. Þetta finnst mér skrítinn.
En allt í lagi, ég held að skotklukkan hefði verið að vera búin á það. Paul Anthony Jones, finnur Finn, Emil Barja, keyrir á körfuna, finnur Brekka. Brekki skilar þess ekki. Já, þessi fór ekki spjaldi, nei fór ekki hringinn. Fór ekki hringinn. Það kannu verða að vera aggressívari, heldur en þetta. Já, þeir eru að taka Kára hann alveg úr umferðsinsmeð. Algjörlega. Ívar kallaði í Emil og sagði hann að skjóta þessu fría skoti. Ekki vera að bíða. Nei. Pavel, finnur, uppkast, glæsileg vörn í haugunum. Frábært, haugunir náðu þessum bolta. Finnst til þess Paul Jones vera búinn að vera í góðum færum allavega þrisvar, en ekki tekið þessi skot. Og þú verður bara að vera ákveðin í að taka þessi skot þegar það er komið í... Já, algjörlega. Það þýðir ekki ekki hika. Sjáum hvað, eru kárinni bara í svæðinu áfram. Boltan að ganga eins hraðar heldur en þetta. Atli Kári, finnur Brekka. Pavel sterkur og góða varnarmaður. Paul Anthony Jones, finnur Finn, finnur Galopin. Hittir ekki. Við erum að fá skot, við erum bara hitt úr þeim. Paul Anthony Jones, Björn aftur, Galopin. Haukarnir líka skila sér í vörn. Nógu skilsamlega. Sko Káringar gefa ekkert inn í teik. Nei. Þeir ætla bara að neyða á til að taka einhver þryggjustaskot undir pressu. Algjörlega, finnur, góð hefingur Finn. Þarna verður Breki að taka þar á. Þarna vil ég fá villu, en ætlir það. Emil hittir ekki. Jú, þessi leikur. Emil kemur Haukum í 8-5. Vinalegur hringurinn hann að verður. Það var vinalegur, þetta er heimarhingur. Brynjar. Góð auðvelt fyrir Brynjar, hittir ekki samt. Pavel, Darri þryggjastega skot. Setur hann. Enn og aftur að sjá að Haukarnir ekki ná þessum varnarfókustum. Káringar taka fráknarfókust. Koma oft mjög auðvelt skot. Strákar, þetta er menn ekki að tala saman. Brynjar, finnur Darra. Hittir ekki. Sluppu Haukarnir með skrekkinn. Kemur Paul Anthony Jones. Finnur Brekka. Finnur mikið opinn fyrir utan línuna. Vel gert. Hvað gerist þarna? Já, ég meina hann að gefa boltan og fer slæmir hendinni í andlitið á Kristófer Eikoks. En þetta var algjör slys og þetta er alltaf spurningi svo hvenær er varnarmaður komin inn á svið sóknarmannsins. Þetta er þarna. Hann þarf að skipta út af. Mist linsið eitthvað? Smá blóðna sér. Það var svolítið umræðum þetta eftir síðasta leik þegar Emil fekk sína 5. villu. Þá fór olboginn af Pavel í andlitið á honum. Og menn svona vildi meina ræðum það hvort að ég að dæma á þetta. Ef þetta er óviljandi á að flauta á þetta. Já. Ætli Breki sig að fara út af það? Já, nei, Finnur fyrir út af. Já. Það er leiklega. Það þarf að þrífa betur gólfið, það hefur verið smá blóð á gólfinu. Þeir panta blautan kúst, það verður að vera að bleita í þessu. Vanlega er þetta nú þurrir kústar sem koma hérna til að þurrka upp svita. Steinar er með þetta. Já. Hann er ekki bara aðstoðarþjálfari, hann er líka skynsamur strákur. Við erum að fylgjast með IR Tindastóll að sjálfsögðu líka. Það er staðan 4-9, það er að segja 9-4 fyrir Tindastóll. Það var hörkuleikur síðast, þar sem IR-ingar jöfnuðu. Án Ryan Taylor. Ryan Taylor kominn inn aftur. Hvaða áhrif hefur það? Munu er eitthvað slaka og halda að þetta sé eitthvað öðuldra. Ég held að það sé einmitt það sem IR-ingar ætti að passa, gera ekki. Það er mjög hættulegt því að það sem gerðist náttúrulega í síðasta leik og IR-ingar nýtti sér vel það að hafa ekki tröllið inn í teignum að það opnaði náttúrulega gólfið hans sem er. Þeir voru að nýta sér það mjög vel í síðasta leik. Hversu opið var upp á körfunni. Það var ekki stór maður inn í teignum. Akkurat. Þannig að IR-ingar spiluðu þann leik alveg glimrandi vel. Borsi setti þann leiku snilldarlega vel. Komið góða líka víti í þetta þar sem að Hákon stjórnaði leiknum hjá Hákon átti náttúrulega frábæran leik og hann stjórnaði leiknum að miklu leiti og gaf Matta smá andrými. Já,
Það er öll athyglinna á matta og svo kemur Hákon hérna með hennan stórleik og þá náttúrulega ekki eins okkar gamli aldrei félagi eins mikil dekkun á hann. Kristinn Marinusson var náttúrulega Kristinn var á eldi. Hann var eldi, hann var frábær. Já, Opnar þetta, byrjar þetta aftur segi ég. Kemur Pavlum með boltan. Björn Kristjánsson. Pavel fær boltan inn í. Pavel vil fara inn á körfunni. Haukarnir lítið að hjálpa á hann. Hann finnur Pollard. Hann hittir ekki. Hann að bolta eiga Káringar. Haukarnir enná ekki eftir að ná varnarfrákustunum. Nei, hann var komin hansi innalega líka hann. Innalega hann. Pollard, Brynjar Björn. Pollard, getur hann skotið þaðan? Nei, hittir ekki. Hann átti fínan leik síðast á mót okkur. Mjög góða. Loksins að fekk að spila. Já. Við styrkti Haukonum núna. Það er að gera. Boðanþum Jones. Finnur Emil Barja. Þú verður Barja að setja hann bara. Já. Hann er heitur. Strákurinn. Emil Barja ætlar að bæta upp. Hann átti slagan fjórða leikluta eftir mjög góðan leik í síðasta leik. Það var eitthvað svona einbindingarleysi í síðustu tværleikna. Já. Kannski hann er þreyttur. Pavel. Já. Pollard. Lýsir upp á körfunni. Hann er sterkur. Hann hittir ekki aftur. Haukarnir hafa verið að gera þetta þannig að þegar að Pollard kemur inn á þá setjaði Kristján á mótunum. Kristján er mikill skrokkur og á gott með það íti hann. Breki. Það er erfitt að stoppa. Þeir eru Brynjar. Með það. Kristján. 9 sekúndur eftir skokklukku. Nógu tími. Nei, frábær vörn hjá Pollard. Það gera þeir. Finna Brynjar. Haukarnir verða að mæta Brynjari. Hittir ekki neitt. Vel stíð út hjá Emil Barja. Lokaði þarna á Pavel. Kemur Kári. Boðanþum Jones, þriggjastiga skot. Hittir ekki. Haukarnir má ekki boltanum. Haukarnir verða fljóttir að skila sér tilbaka. Nei, ekki. Leifa Kári að fá mjög auðveld skot, þá hittna þeir fljótlega. Brynjar ætlar að keyra á. Þetta var ekki góð vörn, en aftur er Pollard ekki að hitta þessum skotum. 3-0 í skotum. 3-0 í skotum. Ef ekki 4-0 þegar við tökum leiða til. Og Kári Jónsson með erfitt skot, hittir ekki, þetta er kannski heldur snöggt. Koma Kári innan á fullri ferð. Vel leisti Haukarnir vörnin núna. þetta er svona... Það var Kári Jónsson. Vel gert hjá Pavel. Hörku baráttu í báðum liðum. Sjáum 10 sekúndur eftir skokklunni. Björn. Kemur að krafti, finnur Pollard. Frábær vörn hjá Haukonum. Þetta hans með að vera góð vörn. Já, með þess að vera fín vörn. Ekki alveg takt það sem við verðum að dæma, en Er þetta fyrsta villan í leiknum? Ég er farin að halda það. Já, þetta er bara Fyrsta leiknan eftir 7,5 mín. Já. Ég man nú bara ekki eftir að það er gert þetta. Kemur Sigurður Þorvaldsson inn á hann sást ekkert í síðasta leik. Ekkert síðasta leik. Já. Og inn á koma Haukur og Hjálmar. Haukur. Og Helgi Magnússon kom líka hérna hjá Káringum. Helgi Magnús á og Pollard, ískaldur. Hann klikkar úr fyrra vítinu. Og við erum svona Það getur verið að liðin þurfi að fara svolítið dýpar á bekki. Það er náttúrulega ekki nema bara 2 dagar síðan síðasti leikur var. Það er mjög stuttur tími að jafna sig og ná sér. Já, það er mjög stuttur tími. Menn þurfa ábyggilega að fá smá hvíld. Góð hugmynd í Haukonum. Flott vörn hjá Birni. Sigurður Þorvaldsson beið nú átekta það. Já. Þeir pakka rosalega mikið inn í teig. Já. En þá losna líka fyrir utan. Það er alveg á hreinu, eins og hér. Haukur Óskarsson. Hann á bara að skjóta þessu. En það gerir Hjálmar. Hittir ekki. Víðsfjari. 13-9. Haukar halda smá fórustu. Helgi Magnússon finnur Brynjar. Það er í pick and roll. Menn séu að hittna. Ég bara... Ekki alveg öllir. Hlaupa aftur kemst hann inn í miðjuna. Fín vörn, fín hreyfing á Haukonum. Alveg. En í svona orðið. Brynjar Björn. Hittir ekki. Menn eru kaldir. Það er ekki góð hittni og ekki mikið stigjarskor. Emil sá einu sem búinn að sína einhverja hittni hérna. Aðrir ekki. Það vantar meiri boltarhefingu. Hjálmar. Þeir eru að spila einhvers konar box. Það eru bara í maður og mannuna.
Frábær sending frá Emil á Hauk Óskarsson sem kláraði það. Þeir að spila mjög utalega þessa vörn. Já. 15-9. Glæsileg sending á Emil þarna. Og Pólar. Björn Kristjánsson. Kemur Helgi út á þryggjastillinuna. Pólar ætlar að fara enn á einn, aftur. Hér Kristján með góða vörn. Þetta klárar hann. Hann fær hann að fara alltaf djúpt inn. Já. Sjáum hvað. Sýnist bara Haukarnir fá núna eina góða sókn. Kristján er ekki sett á hann í. Hann verður að klára það. Þetta tækifæri sem við mikilvægt greipum renna. Þetta er góð tækifæri sem að Helgi Magnússon, hann er sjálfræðingurinn á póstinum. Það er önnur villan í leiknum. Káar ekki múið að fá henni einustu villu. Það getur svona gart yfir því, það er bara ekkert. Ég held að ég hef alltaf búin að vera að villa henni inn. Þetta líka Haukarnir verið ansið mikið fyrir utan. Já, það vantar smá dræf þarna. Já. Kristófer Eikóks, Helgi, 3 stiga skot. Hittir. Þetta verður að mæta honum betur en það. Haukarnir. Já. Þarna, hei. Þarna hefði vinnað á fyrstu villuna. Já, það er Kristófer Eikóks svona rasaði eitthvað og togaði í hendin á Hjálmari. Það var mjög augljóst. Ég var ekki sáttur. Káinningar komist yfir hérna í lokarsókninni í fyrsta leikluta. Það er lítið skorað, 15-14. Hjálmar, alltaf að hann hefur vinnað eitthvað. Hvernig er ekki sáttir. Þetta var villa, það er ekki hægt að nýta því. Það er 5 sekúndur. Björn. Þetta er hann að leika. Á heimaslóðum eftir síðasta leik. Frábær vörn hjá Hjálmari. Vel gert hjá Hjálmari. Já. Haukar halda fórustu. Hann er ekkert að hika þó hann hefði fengið villu. Nei. Hann tekur bara blokkið á þetta. Frábær. Það er staðan 15-14 fyrir Hauka. Einstigsmunur. Emil Barja komið 9 stig. Stigaskorið á Káuringum dreifist mjög vel. Þar eru 5 leikmenn búin að skora. Ekki svona að bera af neitt. Nei, það er enginn svona búinn að gera neitt sérstakt Nei. Það er sóknarlega séð er það Emil sem hefur verið að setja þess að þrýsta honni. Já. Og síðan hafa verið komið einhverja laumur, góða sendingar inn í teig. Bæði Haukur setti Rífast layup og Kári fékk layup. Og síðan Káar meginn þá hafa Vestfirðir að reyna að dundra þessum snöggu 3 stiga skotum upp. Já. Dóminas skotin hefur verið köld og í leiknum. Já. Það er ekki verið að setja. Þeir voru nærið í þessi. Mér varst þeir jafnvel vera nærið í heldur leikmennir. Þeir mörgver voru nærri. Við sjáum það að Haukar eru að skjóta 6 af 20 í heildina. Á meðan að KR eru að skjóta 5 af 17. Það er aðeins betra. Öllítið betra. En það er kannski þessi, já, þetta er svona bjöðsvipu bara. Já, og við sjáum það líka að Haukarnir eru að byrja inn á með Hauk Óskars, Emil Barja, Pól Anthony Jones, Hjálmar og Kristján. Já, KR eru það Darri, Helgi Magn, Pavel, Kristófer og Sigurður. Sjáum að Kári Jóns fær hvíld núna. Já, það er að gera þá. Þetta er villu. Haukarnir eiga verða að setja bara inn á Kristján. Megi ekki vera svona hættið við að leita inn í. Villa og kemur. Fyrsta villan á KR. Það er Helgi Magnús sem að, nei, 14. 11, já, ég ætla að segja að hann var ekki að dæma á Emil. Við sjáum að Haukarnir er ekki svona, Kristján var komið með manninn í sem hann á að geta leyst, en þeir leituðu ekki á hann. Nú sjáum við að Kristófer Eikóks er á Pól Jones. Emil hittir ekki. Vel gert hjá
Haukum, Kristján náði frákastinu, hittum ekki ennþá. Þetta góð barátta í Haukaliðinu. Já, þeir fara eftir öllum boltum en þeir verða að setja það doni. Þetta alveg galop með þryggvistarskot. Menn eiga náttúrulega að setja það niður. Þá verða menn bara eiga þetta inni. Já. Þetta er Pavel. Vörði Haukum. Helgi dróð auðvitað hann, komast þannig upp að. Haukum verður að gera betur í vörðinni. Já. Það má ekki hleypa Helga Magnúsinni svona auðvitað fram með sér. Nei, það skapar að vandræði hann inn í teig. Já. Þú sjáum það. Kristoffer Eikóks er límdur á Paul Anthony Jones. Haukur stuttur. Eða sendingu. Góð sending hjá Hauk. Góð sending hjá Hauk, segjum það. Paul Anthony Jones skorið sér fyrstu stig. Við verðum að fá miklu meira frá honum. Já. Hann þarf að láta Kristoffer Eikóks hafa fyrir þessu sem hann er að gera. Darri, 3 stiga skot. Svetur hann. Það var eitthvað að bresta hérna. Já. Það er opna flóðgráðunar. Flóðgáttir eru eitthvað að gerast. Byrja að streyma. Almar. Sjáum hvað gerist út á Haukarnir á að svara. Lítir hreyfing í Haukunum núna. Það eru mjög staðir. Nei, Kristoffer las þetta allan tíman. Þetta er bara slagt. Já. Þú verður að taka allavega skot þarna. Pavel. Helgi Magnússon og Hjálmari. Þetta er alltaf auðvelt fyrir hann. Alltaf auðvelt. Það var ekki, Haukarnir bara ekki nógu sterkir. Nei. Skiptingar. Hver er að fara út af? Það er bara 2 að fara út af. Hjálmar og Emil. Hjálmar og Emil kom út af. Já, það var að vera 2 stórir inn á Haukunum á móti Kristoffer og Pollard. Já. Þetta er ekki samsetning sem við séð oft hjá K-ringunum. Bæði Pollard og Kristoffer Eikóks. Helgi Magnússon á línunni. Hittir ekki. Kristján með gott frákast. Nú þurfum Haukarnir að fá inn að góða körfu. Darri að spila fína vörn. Já, hann er frábær á það. Sjáum handcheck alveg rosalega mikið. Það er alltaf svona stór undrandi hvað má í dag. Heyrði sögu af því að hann hefur komið hérna umboðsmaðurinn hans Kára í heimsókn og þeir fóru með hann á leik, einhvern nýjuleik, ég man ekki hvaða leikur það var, og hann var rosalega hissa á handchecki á Íslandi. Hann sagði að þetta sæist hvergi annars staðar í heiminum. Akkurat. Frábær vörn hjá Káringum. Átta sekundur eftir í skotklukkunni. Þetta þurfum að fá hratt skot. Finnur. Já. Setur Dóni. Vel gert hjá Finn. Helgi Magnússon hefur fengið að leika allt á lausum. Hittir. Haukur Óskarsson verður að gera betur í vörninni. Það hefur búin að æða svolítið á hann. Sjáum hvað Haukarnir gera hana. Paul Anthony Jones. Finnur Finn. Það er ekki nógu margir Haukarmenn sem að keyra inn teginn. Paul Anthony Jones. Þarna leysir hann það vel. Klárar þetta glæsileg. Glæsileg hreyfing hjá honum. Frábær hreyfing. Haukarnir verður að fá stopp núna. Káirnir eru búin að skora alltaf margar auðvitaðkörur upp á síkastið. Pollard. Björn Kristjánsson fer í pick and roll. Sækir upp á körur, finnur Pollard. Alltaf auðvitað. Haukarnir er að hleypa þeim alltaf auðvitað leiðin í teginn. Björn er að komast alltaf djúpt inn með boltan og þá opnast allt fyrir okkur. Finnur Paul Anthony Jones. Galopinn. Hittir ekki. Káringakonur eru með 5 stiga forskot, 26-21. Þeir leita á Helga. Haukur er búin að láta fara Helgi er maðurinn sem hefur verið að... Hittir ekki. Þá kemur Kristoffer Eikóks. Klárar þetta fyrir þá. Ívar tekur tíma. Ívar ekki ánægður með aldrei kemana. Nei, eðlilega. Káringa fagna 7 stiga forskot, 10-28-21. Það er stundum einfalt að sjá hvað er að. Haukarnir eru bara einfallega mjúkir.
sókn og vörn. KR-arnir eru þær sem að stjórna í raun og veru leiknum. Algjörlega. Þeir eru ákveðnari við í sínum sóknaraðgerðum og þeir eru hreyfanlegir í vörninni. Haukarnir hafa ekki verið að doppeltíma meðan að þeir hafa verið að hjálpa vel og Haukarnir alltaf verið að hitta lítið. Það mjög erfitt þegar hittin léleg fyrir utan. Þá pakka þeir inn. Já. Það náttúrulega eins og maður segir, það ekki nógu gott og við vitum það alveg að Helgi Magnússon er góður leikmaður en hann er búinn að vera frá leiknum í næstu 2 ár og hann er að skora hérna á og fá auðvöld layup á móti mönnum og Haukarnir verða einfaldlega að gera betur en það í vörninni. Engin spurning. Það er nánast jafnt í Seljaskóla 24-23. Írringar þar yfir. Það er mjög áhugaverð sería. Annar leikluti byrjaður. Ansi svipaður leikur hér, lítið skorað og Já. Ránkari auðvinn á. Haukarnir gerðu enga breytingar á sínu liði. Kári, Paul Anthony Jones, Finnur, Kristján og Haukur. Káarnir konur aftur í svæðisvörn. Þetta er box 1 sko. Nei, þetta er Marman. Haukarnir en þá. Þeir taka KR bara út. Kára sig. Kári, frábær vörð til Káringar núna. Haukarnir í vandræðum. Opnast fyrir Hauk. Finnur Kristján og vill á Karmagóð. Frábær svo. Þarna fékk boltinn að ganga við Haukum og aggressív vörð Káringarna satt örlítið eftir. Kristján opnaðist. Þetta var mjög góð boltarhefing. Já. Þetta er það sem gera. Þeir eru að vinna vel í vörðinni Káringarni og þá verður boltinn að ganga bara hraðar og opna fyrir hérna. Kristján fyrir á línuna. Hann setur ekki onni, Finnur. Svo barði Finn. Kára á boltan. Björn með boltan. Brynjar setur upp fyrir Káringa. Jæja. Hvað Kárinni gera? Haukarnir að fara að byrja að spila vörn. Já. Pollard. Ægir að körfunni. Hittir ekki. Kári gerir, finnur Paul Anthony Jones. Haukur Óskarsson. Hittir ekki. Já, það er rétt. Vill á Finn. Það var lítil bakgrinding. Haukar hann bara að hitta þessu. Já, skálhópur skot. Haukarnir hafa ekki verið að hitta þeim skálhópur skoti sem þeir fá. Rödd, sem við Káringarna aftur leitaðir inn í. Pollard. Darri. Setur hann. Káringarna að hitta vel. Haukarnir ekki nógu fljótir að skila sér aftur eftir hjálpvörðina. Nú Kári. Nú Paul Anthony Jones. Káringarnir er einfaldlega bara að hjálpa vel og eru að falla vel frá sínum mönnum og eru síðan fljótir að ná þeim aftur. Kristján verður bara að fara upp. Finnur Finn, vill að. Tæpir á 3 sekúnduna. Þarna líka svona eins og sé, kristallar svolítið munir á liðunum. Þarna hefðu Káringarnir bara farið upp til að klára. Kristján er ekki ákveðinn í síni sóknaraðgerð sem að gera það verkum að Haukarnir voru komin inn í teginn en náðu ekki að koma skot á körfuna. Það er rétt. En við höfum boltan áfram, sjáum hvað við fáum út úr þessari sókn. Finnur. Káringarnir á boltanum. Brynjar fer beint upp. Hittir ekki. Pollard með frákastið. Það er komin með 10 stiga forskot hérna Káringar. Geta aukið það í 11 stig en Pollard setur vídeóni. Þetta er alltaf að rúlla fyrir Káringarna. Þeir eru einfallega bara sem ég segi, það er fiskar sem róa og Káringarnir eru bara einfallega duglegri heldur en Haukamennir í dag. Sem er ofboðslega sárt að horfa upp á. Þetta er ekki. Emil kom inn á fyrir Hauka og Haukur Óskarsson fór út af. Breki kom inn á fyrir Kristján. Já. Meiri sókn og þungi í þessari línu heldur en hinni sem var áðan. Kári, þurftum að þessum að halda. Kemur svo aftur í 7 stig. Hann missar boltanum. Emil búinn að kofera hann aftur. Vel, flott vörð í Haukunum.
Kristófer á blokkinni. Hann fljótur, frábær vörn þarna núna í haugunum. Björn Kristjánsson, þriggja skot, hittir ekki. Kári með gott frákast. Vel stíð út og góð barátta hjá Finn og Breka líka. Þannig að þetta bara það sem við verðum að gera. Það verður sína baráttu. Kári aftur þrýstur, hittir ekki. Það var einhver bakreining aftur síns verð. Já, þannig að láta finna fyrir sér. Það er komið tími til að Haukarnir láta finna fyrir sér. En sýnist nú að dómarinn hefur nú verið að tala um kannski verið leikarskapur. Já. Hann var allavega ekki tilbúinn að dæma á þetta. Nei. Pollard aftur. Það var að leita svolítið á hann núna. Hann hefur verið að spila í. Vel gert hjá Breka. Kemur Paul Anthony Jones. Hann var að passa boltan vel. Finnur Emil Róvarda. Breki Gylfa. Já. Það er úr Gylfason. Og sýnist. Það er leiklega hjá Káar. Káar tekur leiklega. Vel gert hann það. Þetta er fljótt að breytast. Haukar konum í 4 stig. Þetta skiptist á að taka Já, þetta eru þetta er leikur áhlaupa. Það er ekkert eins og að 10 stiga munur í fyrri áleik sé að fara að breyta einhverju. Það er lítill munur. En sjáum aðeins betur í svona krafti sem Haukarnir að gera og fín vörn hjá Breka og svo gott þriggja skot. Akkurat. Stigaskorið skiptist þannig. Helgi Már er með 8 stig. Kendall Pollard með 7. Darri Hilmarsson með 9. Kristófer Eikó 6 og Björn Kristján 3. Já, Haukum er það Haukur Óskars 2 og Kristján 2. Emil Bærjan 9 hefur ekkert náð að setja núna í öðrum leikunda, settir svolítið á bekknum. Breki Gylfa settir sín fyrstu stig núna í síðustu sókn. Kári Jónsson 7, Paul Anthony Jones 4 og Finnur Atli Magnússon 2. Og svona fyrir okkur haukamenn þá eru kannski Finnur Atli og Paul Anthony Jones sem að svona við þurfum að fá meira frá á næstu mínútum. Meira framlag frá þeim. Já. Klálega. Sóknarlega. Já. Hann er nú ný leikmaður kominn inn. Arnór Hermannsson. Já. Upp fyrir Káringa. Kom inn í fyrsta leiki með hansi flottan leik, sérstaklega varnarlega. Já. Það gera Káringa rosalega vel. Nú var það Haukarnir að skila sér fram. Þetta er verið fljótið tilbaka. Þetta er Paul Anthony Jones. Helgi Magnús á honum. Skrín. Paul Anthony Jones. Já, við vorum að bíða þetta frá honum. Það var að bíða þetta svolítið frá honum. Arnór Hermannsson. Settur upp fyrir Káringa. Efnilegur strákur. Góður Martins. Sonur Hermanns. Helgi, Pavel, fín vörð í Haukum núna, búinn að ýta Káringa svolítið út úr þessu. Pavel að fá að komast allt of vinnalega en langt af. Það Kári. Haukarnir geta komið sinni í 3 stig. Nei. Slög sendur á Kára. Haukarnir seinir tilbaka. Skilur Brynjar eftir í galopinu í horninu. Brynjar hittir ekki. Arnór. Finnur Helgi Magnússon. Hittir ekki heldur. Haukarnir seinir tilbaka. Það kannski svolítið lýsir svona hálfgerðu andleysi hjá þeim að séu seinir tilbaka. Paul Anthony Jones, nei, setur hann ekki. Káringar hafa verið að fá 3-4 galopið þriggjastu skot upp á hraðarflöfum sem betur fyrir ekki nýtt mörg þeirra. En það er náttúrulega bara að sína það að Haukarnir hafa ekki verið að koma sér óhratt tilbaka í vörðina. Brynjar, fín vörð hjá Haukum, jæja, illa. Sjáum hver. Engin teljandi villumvandræði. Hjálmar og Finnur með 2. Darri með 2 og Káringum. Siggi Þorvalds kemur inn fyrir Kristófer. Niklaus fær sitja síðustu 1:39. Já. Þeir eru að hvíla. Þetta frí er ekki mikið. Arnór, Finnur Sigurd. Haukarnir er að hjálpa mikið kannski. En nýtist ekki á Káringum. Varnarfrákastir og þessi Haukarnir. Emil Bærja. Sigurd á sér. Finni á. Hárið rétt. Mátti ekki vera með stífan olnboga eins og... Hann leggst. Hann er bara...
Hann er ekki beinnum fyrir... Nei, Þetta er ekki beitt. Þetta eru 2 skot. Skipti hjá Kávergum. Brynjar fekk sína aðra villu, þeir ætla ekki að láta hann hafa aðra síðustu einu mínútuna. Brynjar verið kaldur hjá Kávergum, komið með 0 af 6 í leiknum. Óhrættur að taka skotið samt. Já, já. Finnur, setur þetta, vel gert Finn. Hvað gerir í seinna skoðinu? Setur líka, öruggur Finnur. Og minkar munurinn í 2 stig, 33-35. Eftir að slaka kafla hjá Haukunum, þá var það náð sér ákveðlu upp aftur. Þetta var mjög slagur kafla. Á, Kári, Þetta Kári var í meðan að bolta. Björn. Fín vörð hjá Haukumönnum núna, þetta er aftanlega að sjá. Sigurður leita inn á Helga. Óli miklu frískari. Helgi búinn að vera rosalega segur. Hittir ekki undir þessu. Nei, hann... Geta Haukarnir jafnað Breki tekur miklu betri vörðna. Já. Emil finnur Breka, Breki galopinn aftur. Þessi laku upp úr Finnur Atli. Nei, Finnur Atli Magnús. Emil Barja. Fín bartu Haukum. Hafnara. Hopp, hopp, hopp. Það var ekki hvað gerðist þarna. Það var fengið. Hann lítur að fengið högg þarna í magan. Magan eða viðkvæmari stað rétt fyrir neðan magan. Haukarnir jafna. Jafna leikinn, 37 sekúndur eftir, 35-35. En það spurði hvað hefur gerst þarna fyrir Emil. Hann var mjög ákveðinn hana, hann er í öllum sóknarfrákustum. Tók loksins þarna 2 layup. Og hittir hann 3. Og jafna leikinn. En við vonum að þetta sé ekki alveg fyrir Emil. Lengi að standa upp, kemur Vilhjálmur og Ístunum upp. Já, þetta lítur ekki vel út. En Tindastóll er kominn 12 stigum yfir á móti IR 29-41. Og 2 mínútur eftir þar. Hérna eins og var allt í aft. Og Haukarnir svona hægt og rólega að koma sér inn í leikinn eftir dabra byrjun. Og en eðlilega mæta Káringar að krafti hér. Það reyna að stela heimaleikja réttinum. Sjáum við hvernig Haukarnir bregða eftir þessu. Emil virðist vera þó nokkuð meiddur. Og þeir allavega Hjálmar að koma inn á fyrir hann. Hjálmar kemur inn á og fer beint á Pavel. Og við áhorfendur stuðningsfólk stýrða. Koma Káringar eftir þennan stuttartíma. Pavel. Sigurður. Björn, allt og auðvelt. Jú, hættan er boltan. Haukarnir er boltan. Hárið rétt. Haukarnir hana. Frábært. Og það er leikhlé aftur. Aftur leikhlé, já, þetta var náttúrulega dómaraleikhlé í raun og veru áðan út af meiðslunum. En Ívar þarf að setja eitthvað upp. Síðustu sókn Haukarna. Prófum að sjá hvort að Haukarnir nái að enda þennan leikluta yfir því að hérna þetta er náttúrulega sálfræðilegt að fyrir Káringana að hafa komist þetta eins og 10 stigum yfir, allt með þeim, en enda svo kannski undir þegar hálfleikurinn kemur. Þetta er svona sálrænt sterkt fyrir Haukana að ná þessu mun niður fyrir hálfleikinn. Akkurat, samanskapið sterkt fyrir Haukana að ná þessu niður og jafna og komast yfir. Þetta er svo skemmtileg íþrótt. Við sýnist Emil þarna halda utan svona síðuna. Hann virðist að hafa fengið högg eða eitthvað þarna í mjaðmabeinin. Það fengið eitthvað slík á sig. Spurning hvort að vonandi að hann jafni sig í leikhlé. Það er hálfleik.
Þá koma Haukarnir inn. Það er innkast, 25 sekúndur eftir. Þeir geta skilið eftir 1 sekúndu á skotklukku. Og eða láti hann bara renna út í loftinu. Þetta er boltinn í loftinu, en hérna það er náttúrulega Steve Örn. Sjáum að Arnór er á Kára. Verist, sem ég hef séð á honum, mjög góður og duglegur varnarmaður. Engin spurning. Kári, handchecking. Já, Þetta verður flautað leið bara þegar hann setur hendurinn á hann. En þetta er bara það að bæði líkið að geta þetta. Paul Anthony Jones á byrni með Björn á sér. Hann klárar þetta, alltaf. Næsilegt, þetta var sem við vildum. Þetta er bara hans skot. Það verður með tímaskot. Haukarnir enda yfir. Já, 37-35. Bóðslega sterkt miðað við gang leiksins á tímabili. Og Haukarnir enda með 2 stigum yfir. Paul Anthony Jones svaraði kallinu frá okkur í öðrum leikunda. Setti að mér sýnist 4 stig núna á stuttum tíma sem við þurftum svo sannarlega að halda frá honum. Og hann er komið með 8 stig, næst stigastur. Næst stigastur á eftir Emil Barriða sem er með 11. Við tökum okkur fría hálfleik, komum aftur. Komum aftur, fáum okkur te.
leik þá? Þetta er herra Hauka TV. Þetta er herra Hauka TV. Hvað segirðu, ready? Já. Já. Svolítið stressaður. Svolítið stressaður. Nei, það? Já. Trúir ekki. Ég þóla þetta mjög illa, sko. Ég hata þetta, sko. Þetta er alltaf eitthvað shaky. Samt, sko, þeir eru búin að vera bara... Slakir. Ég er búin að heyra frá Emil. Já, hann var bara góður. Ég er bara nýjarbeint í... Já. Guðin. Það er ekki bara að byrja. Jú, bara verðum þetta. Ein mínúta. Jæja, gott fólk, velkomin aftur. Þá er innan við mínúta í leik. Það er að segja seinni hálfleik. Í þriðja leik Hauka KR, þar sem staðan er 37-35 fyrir Hauka. Þeir leiða með 2 stigum, fengu fréttir af Emil Barja. Hann fékk hnérbeint í kviðinn, en ekkert alvarlegt og það er búið að tjasta honum saman að hann verður með áfram í síðari hálfleik sem er gott mál og byrjar hér inn á. Já. Það er hefðbundið byrjunarlið síns með hjá Haukum. Breki minn, ætlar að fara úr treyjunni, vinnur? Breki er ekki alveg með það hreinu. Bara úr treyjunni, já, þarna, gott. Finnur myndan af þetta. Já. Reynsli bolti Finnur, klikkar ekki þessu. Ég hefði óskað þess að leikurinn hefði byrjað með það í 9. ból. Já. Allir þessi tæknir illa? En með Kristín Óskarsson innanborðs þá hefði það aldrei gerst. Nei, á hendur. Það er bara þannig. En það eru Káringar sem byrjum með boltan. Þeir heilsast þarna Pavel og Emil. Pavel hefur það sennilega verið hnéð á honum. En þetta er alltaf alveg óvilega verk bolta. Pavel er marinn á hnénu eftir þetta, þannig að þetta er alltaf... Já, sennilega. Jæja, og byrjar þetta. Pavel finnur Kristoffer Eikóks. Haukarnir eins og segja fara ekki langt út í Eikóks. Það er ekki hans styrkleiki að skjóta. Jæja, það er Pavel og Kára. En þeir velja frekar að setja á Brynjar sem að setur hann. Haukarnir er ekki tilbúinir alveg í byrjun. Kári komur yfir 1 stigi. Sjáum það. Þeir byrja aftur í svæðisvörn, sýnst mér. Nei, jú, svæðisvörn. Þeir fylgja Kára. Þetta er matchup tíf. Paul Anthony Jones svarar hann. Já. Hann er aldrei að vakna til lífsins. Heldur betur. Stórkostlegt að fá hann með okkur. Árétt, góð villa hjá Finn. Finnur að fá sína þriðju villu. Það er endur ekki gott. Sjáum hvort að Haukarnir leysa þetta eitthvað með að skipta inn á. Hann er snöggur, hann Kristoffer, og er erfitt að eiga við hann. Hann er með góða hraðabreytingar og hreyfingar almennt út í körfu. Pavel sækir að körfunni, Finnur. Þetta er... ok. Þannig að við viljum að meina að það farið að fætur á Finn, ég sá það ekki. Nei, ég verði að vikna með það. Mér sýndist það að hafa verið þannig, sko. Já, ok. Það er alltaf svona... Þetta er kannski ekki alveg það sem að Haukur dómara eru, þetta gerist það snöggt. Boltinn er í eðlilegri dripphreyfingu og það er ekki, hérna... Emil Barja, nei, þessi er af. Breki berst fyrir þessu, Brynjar nær honum. Kemur Pavel. Pavel aftur fyrir á Kristoffer Eikóks. Þeir ætla að fara í svipa kerfi á þann. Setja Pavel á línuna. Nei á, op. Þetta eiga Haukar. Hennan held ég Haukar að hafa, hennan alltaf. Jæja, jafnast út. Já. Segjum við sem sjáum ekki neitt á þeim. En alveg handvísir. Handvísir þetta. Sjáum hvað Pavel gerir. Finnur Brynjar, er hann heitur? Já. Ekki líklegt að við getum haldið Brynjar í 0 af 10 sko. Hann var komin í 0 af 6 held ég og hérna Breki Finnur, Finn, nei hérna Paul Anthony Jones. Breki ekki nógu ákveðin hérna, Haukarnir spila fyrir utan, er að fara inn í núna. Breki, góð vörð hjá Pavel.
Þetta var þessi sók sem við sáum mikið frá Haukunum í fyrirháleik þar sem að boltinn gekk lítið á milli manna og þetta er bara ekki nógu ákveðnir. Boltinn ekki hangir og mikið á sama kant. Það er að segja sendingarnir eru 3, 4, 5 kannski og færast aldrei yfir hinn, þannig að tegist aldrei á vörninni. Þá er ekki farað í þriðja skipti í rauðu sama kerfið, þeir eru búin að skora í öll skiptin úr þessu. Nú leysa Haukarnir þetta betur. Pavel, hann er rosalega sterkur. Emil verður að gera betur, hann verður að halda fyrir utan. Anthony Jones, nummer 5. Já, vill á Dara. Þriðja vellan á... Eða hvað? Jú, þriðja vellan á Dara. Haukarnir, það hvað að gera. Anthony Jones. Boltinn verður að ganga betur, Emil. Hann verður að taka þetta skot. Já. Setur það sjálfsög ofan í. Jafnarmetinn. Svo að hann er aðeins svona að kvenka sér. Hann bara berði sér í brjóstafnum. Já. Ekkert á. Emil hefur verið að hitta vel og skila góðum körfum fyrir okkur Haukamenn. Góðum með 14 stig. Já, Kári, hann er ennþá bara svona í... Þetta er náttúrulega... Já, þetta var púra villa. Skipting á Káringum. Darri skiptir út af fyrir Helga. Þessu breytir. Aftur faraðar á Pavel. Gerði vel á þann. Haukarnir lengi að hjálpa. Björn. Nei, tekur það ekki. Brynjar fær pick and roll frá Kristoffer Eikóks. Nei, hittir ekki núna. Kristoffer Eikóks með hörku baráttu. Það er ekki boltanum. Kristoffer Eikóks vill fá boltan kannski oftar upp úr þessu pick and rollum. Meina hann sé opinn. Breki. Kári. Haukarnir of þéttir. Lítið breyti í hópnunum. Galopið á Anthony Jones. Tekur ekki skotið. 3, 2, 1. Ég klára þetta. Ég segi Haukarnir ekki láta boltan ganga. Þetta er of hægt hjá þeim. Þessi vörn sem að Kárin er að spila svona hálfgerð match-up. Svo það er að segja mennir sem byrja fyrir utan, þeir fara aldrei, þeir fylgja aldrei sínum mönnum en skipta mjög grimmt fyrir utan. Þannig að þeir halda alltaf stórum mönnunum inni og litlu mönnunum fyrir utan. Aftur leysa þeir pekanrólið vel. Helgi hittir ekki. Helgi átti flottan fyrir hálfleik fyrir Káringa. Emil Barja. Við sjáum að þeir eru rosalega fljótið tilbaka. Þeir taka, það er engin hraðblöð på okkur verið í þessum leik í raun. Anthony Jones, þriggjastiga skot, hittir ekki. Boltinn fór aðeins í járnið. Skipting. Pollard kemur inn á fyrir Kristoffer Eikóks. Kemur Kristján inn. Breka. Kristján fyrir Breka. 43, lítið skorað. Sjáum hvað Brynjar gerir núna. Vinnur, að leita Pavel. Góð vörð á Kára. Haukarnir skipta ekki, nógu góð skipting. Pavel hittir ekki. Þeir ná enninu sóknarfrákastinu. Helgi Magnússon hittir ekki. Anthony Jones leysir þetta fyrir okkur, nær frákastinu. Kemur hröðsók, hvað ætlar hann að gera? Emil. Haukarnir þar í sók. Emil Barja, hefði ég viljað fá yllið þarna. Þetta er rétt. Það var svipuð villa eins og Finnur fekk á sig í fyrrháleik, það er að segja að það er ítt í baki á honum. Pavel var ansi stór hérna. Já. Stirðar sóknir, sérstaklega finnst mér Haukarsóknir að vera stirðari. Mér finnst Kárinni vera að fá opnari færi en Haukarnir. Vel gert hjá Haukum. Flott leikkerfi. Ætlar hann að láta Káringin hafa áhrif á sig. Hann dæmir 2 skot.
Nei, hann hættir við. Hann er búinn að dæma 2 skot, KR ekki mótmæla og Halldór einfallega bara gugnar á því að dæma vítin sem hann ætlaði að dæma. Nú skipting. Brynjar var að fá svona 3. villu. Koma KR tilbaka með mjög stórt lið. Pollard, Helgi, Pavel og Kristoffer Eikóks. Kári hefur ekki komist á blaðið en þá í seinni hálfleik. Pollard á honum, nú vill Kári fara að gera eitthvað. Pollard slær boltann út af. Finnur hvetur menn áfram, segir þeim að mæta Haukunum ennþá framar. Nú getur hann af 9 sekundur. Emil Barja. Aftur eru þeirra slæma hendi í bolta. Finnur Kristján. Þá Kristján að klára einfallega. Emil Barja, flott hróknarfrákast. Ekki viðurkenni þetta strax. Við kannum ekki að klára þetta. Þriðja vellana Helga. Það eru 3 hérna. Einu sem er búinn að hafa villuna, búinn að safna öllu villunum. Já, Kristján. Finnur Helga Nei, Finnur Finn. Emil Barja. Nei, hittir ekki. Kristján. Þannig grípa hann á bolta. Emil Björn. Vel gert upp Birni. Flott vörn í Haukum. Mjög góð. Vel gert þarna. Flott vörn. Pavel. Þetta er bara sóknarvilla hérna. Já. Kristoffer Eikóks hefur fengið að setja svolítið ólulegum skrínum. Já, það er hansi mikið sem hann væri að... Haukum. Kristoffer Eikóks klárar þetta ekki. Emil Barja. Já, villa á Pollard. Massa vörn í Haukunum. Það er smá til gaman sketa, ef við getum sagt það þannig, að staðan í þessum leikluta er 8-6 fyrir KR. Það er ekki mikið skorað eins og í öðrum leikundum, en Haukarnir komnir á línuna. Emil Barja. Haukur Óskarsson er að fara að koma inn á við fyrir skotmann, fyrir Emil. Emil, nei, langt frá. Þetta var svona svipað á víti sem hann tók í síðasta leik þegar hann hefði getað tryggt Haukum sigur í rauninni. Já. Hittir bara röðru. Hann setur þá sennilega setjunni. Nei, ekki á ný. Það er erfitt að skora. Já, það er mjög erfitt að skora. Emil, Pavel ætlar að nýta sér það að Emil er búinn að vera meiddur. Helgi Magnússon, hopp. Já. Helgi meina að Pól hefði slegið boltanum út af. Og sá það ómögulega. Það var ekki að sjá það. Það er eitt skipti sem að datt niður. Káinningar skipta líka. Inn á kemur Vilhjálmur. Hann hefur skipt fyrir Helga Magnússon. Já, þeir verða að fara hans dýbra á bekki núna Káningar til að hvíla mannskapinn. Þeir vilja hafa stórt lið inn á greinina. Þarna er það, Finnur. Já. Þessu náttúrulega á hann bara að hitta. Þetta er hans skot. Já. Þarna þarf hann að fá miklu fleiri skot. Kristoffer Eikóks, Haukarnir elta hann ekki út. Já, nú er Pól að taka Pavel. Já. Það er að taka nokkuð vel. Úra vill á Kára. Hátt skot og setur á ný. Jafnt aftur. Kári Jónsson lítir á þessi kveði fyrir áleik. Gerir þetta vel, Villa. Já. Slegið í hausuna á honum í skotinu. Hárbandið af. Já. Þýtti það bara að enda með hárbandið í höndunum. Sjáum Kára. Þarna setur hann það. Já. Haukarnir ekki búin að taka, þetta er 7. vítið Haukarnir leiknum. Sýnist Haukarnir vera með þess að 2 af 5 sem er náttúrulega ekki gott. Þannig að við erum hann að 4 af 7. 3 af 6. Já, Káringarnir er ekki meira, þeir eru með 1 af 4, þannig að lítið búið að svona... Það er náttúrulega enga villur í gangi. Já, enga villur í gangi, það er bara þannig. Pollard á Villa, á Kristján, hárið rétt. Pavel
Pollard, Vilhjálmur, nei, hann vill ekki skjóta heldur. Pavel í þrist, hittir ekki, Kristján næris ekki. Pavel gerir vel, Kristján í klaufi. Hann gerir þetta svolítið ramt sko, hann en hann lætur finna fyrir sér. Já, þetta villa sem við fáum ekki allavega enn one play á þetta. Nei. Það staðan í Seljaskóla. Seljaskóla 46-46. Ég að hafa komin aldeilis tilbaka hérna í þriðja leikluta og jafna leikinn. Pavel öruggur á línunni. Já. Sjá. Nú að flauta á Kúrtin hins mér. Komaðu tveirinn á. Það eru tveir meistarar að koma hérna. Reyna að leita svita. Þetta sé nú í hotninu þarna fyrir aftan Kristján. Hentu þar saman. Pavel með seinna víti, getur jafnað aftur. Pétur Dani. Kári. Haukar. Koman að Haukarnir eiga marga leikmenn inni sem við viljum fá meira frá. Þarna einn af þeim, Paul Anthony Jones. Vinnur Kristján. Kristján sækjur upp á körfunni Villa. Vel gert hjá Kristjáni. Kom sér upp á körfunni og kemur sér á línuna. Þetta sterkur strákur. Hann þarf bara að setja þessi snuðskot ofan í. Hann ekki svo traustast á vítalínunni. Nei. Cirka 50% vítalínunni. Nei, ég elska þetta. Já. Þetta gengur illa vítalínunni. Skjóttu bara spjaldi. Já, bara með á spjaldi. Spjaldi gefur. Gerir hann þetta aftur? Nei. Aftur gerir hann þetta ekki aftur. Jæja, kemur Pavel fyrir Káingana, Pollard. Það ekki mikil skot hætta hjá Káingunum mína núna, þannig að við erum fróðið að sjá hvernig þið spila. Það leita mikið inn í núna á Pollard núna. Bakkar á Kristján. Kristján sterkur í vörninni. Vel klárað hjá honum. Kemur þeim yfir. Kári Jónsson. Úttur Óskarsson, þriggja stiga skot, hittir ekki. Pavel með gott frákast. Þeir eru Haukarnir að stoppa. Já, þeir sækja bara inn í á Pollard núna. Já, það er Björn. Já, Kristoffer Eikóks, hvað veitur Karoló? Þetta er svona búið að vera mikið í umræðinni, hversu leikskipulagið á Haukum hleypir í raun og veru þeim sem að drippar í pick-and-rollið. Það er hleypunum mjög langt inn í teiginn. Hann hefur mjög langan tíma til þess að ákveða sig og KR-garnir eru rosalega ákveðnir. Þeir sem að koma bæði Pavel og Björn eru rosalega ákveðnir inn í teiginn. Þeir eru að nýta sér hann veikleika. Það er rétt. Ég var að halda að þurfa bara að fara að skipta yfir í svæðisvörn. 4 stigum yfir. Það er ansi mikið með hvað er lítið búið að skora þessu. Það hefði kannski verið hægt núna með þessa línu inn á hjá KR. Ekki margir svona sóknarstengjandi menn. Haukarnir, Kári. Kári, þriggja stiga skot. Þarna er það! Læsilegur, Kári, Haukarnir drengur. Já, við eigum hann inni. Við viljum fá að sjá meira frá honum. Það sér glöðu ekki staðar á það. Já. Hann lætur á það. Já, vill að hana. Það er kominn bónus hjá KR-ingum. Björn Kristjánsson fer á línuna. Mér sýnist að verði bara svona allan leikinn. Þetta verður bara hark. Þetta verður það. Hann gæti ráðast á línunni bara leikurinn. Hann bæði ofan í hjá Birni. Darri kemur inn á fyrir Pavel. Það er Haukarnir gera núna. Kemur Kári. Þriggja stiga munur.
fyrir Kári, það á sig Vilhjálm, sækir á hann, Káarnir hjálpa vel, þeir hjálpa vel. Hvað ætlar að breyta þessu? Veit það ekki, Halldór var með aðra skoðanir. Nei, það breytir sér ekki. Sjáum hvað Káarnir gerir þessu. Kári. Nei. Erfið sending. Vilhjálmur, finnur Björn. Haukur á byrni. Björn komin langt út. Sækjaði körfunni, vel gert hjá þeim. Þannig sjáum við æðarinn inn í miðuna. Vel gert hjá Hauk, hann átti bara að grípa þetta. Kristján nær honum. Þetta var vel gert. Þetta hindraði Haukur sendingalínuna. Haukur var bara snöggur. Nei, Karvar góð. Karvar góð. Nei, það vill að. Ok. Engi mótmæli frá Kristófer. Nei, hann mótmæli lengur þannig að það segir margt. Kristófer bara að fá sína fyrstu villu. Komið 13 stig. Það gerir Hjálmar. Setur hann. Hjálmar skora sitt fyrsta stig í leiknum. Setur setna, vel gert í Hjálmari. Já, við eigum mikið inni hjá Hauk og Hjálmari. Já, heldur betur. Það er ekki hérna. Þeir eru ekki búin að hitta úr einu skoti. Nei. Nú Björn, flott vörð hjá Haukum. Hann aftur aftur í spjaldið en hittir ekki. Þannig að Haukarnir geta komist yfir. Kári beint upp í þrist. Já! Setur Ráni. Æsilega gert hjá Það er bara svo les. Það var Kári að vakna núna, komið með 6 stig núna á skömmu tíma. Já, hann náttúrulega bara nýtir öllu tækifæri sem að fer. Já. Þetta er Björn, síðasta sóknin í þessum þriðja leikunda. Eru Haukarnir áfram yfir 2 stigum eins og eftir í hálfleik. Björn, þetta á fín vörð hjá Kára. Það gerir núna Björn, finnur Kristófer. Nei, já, ok. Villa á Breka. Sá ekki hvað Breki gerði. Ég held að það var dæma á Kristján. Þeir geta hjarnaleikinn hérna. Hjarnaleikinn, 2 sekúndur eftir. Haukarnir þurfa bara að grýta einu fyrir aftan miðuna. Þá endum við yfir. Kristófer hittir ekki fyrir það. Haukarnir verða yfir fyrir síðasta leikluta. Þannig að eitthvað skelfilegt gerist. Já, nefnir náðu frákastinu bara og skori. Það er bara að stíga vel út. Breki og Kristján. Hann hittur við sérna. Kári. Hvað gerir hann? Það mun ekki mikið. Þetta er alltaf færi hjá hann. Alltaf færi. Það er alltaf færi. Þetta er orðið óbærilega spennandi hérna í Senkarhöllinni. 56-55. Það er ánast jafnt á öllum tölum hér. Og liðin skipta svona á að hafa forystu. Sýnist það bara mjög svipað á teningunum í Seljaskóla. Já. Það er staðan bara nánast eins, 51-52 er staðan fyrir Tindastól. Þannig að það er mjög svipað skor á báðum vígstöðum í kvöld. Og svo er Hamar Breiðablik er það ekki að keppa. Það spurði hvað staðan er þar. Aðeins að kíkja á það, hverjir, hvort það verði Hamar síðan, eða hvort að Breiðablik geti tryggt sér úrvalsdeildar sæti í kvöld. Sjá, staðan þar er, tæknin eitthvað stríða meira það. Þar eru Hamarsmenn 6 stigum yfir, þeir eru 6 mínútur eftir. Hörkuleikur, allt getur gert þar. Mikið skorað, 84-78. Þetta er búin að vera mjög jafnir leikir hérna í fyrstöðinni. Jöfnlið. Herri, það er ekki skjákvæmt að minnast á það að neðst á skjánum hjá fólki sem er að horfa á leikinn er reikningsnúmer og kennitala hjá Haukar TV og við erum svona að reyna að safna fyrir nýjum og betri búnaði til að gera gæðin í útsendingunum betri.
endilega leggja inn nokkrar krónur. Endilega, þetta er frítt annars. Þetta er allir náttúrulega að leggja fram sína vinnu í sjálfbávinnu. Við fáum hambúrgara fyrir. Og það gerist núna. Nú sé ég lítið áhorfendur á KR standa upp og nei, Haukarnir byrja eins og ég veit ekki hvað. Pollard, kemur KR-ingum yfir. þetta var Paul Jones bara ekki með. Nei, hann var ekki að horfa á boltan. Nei. En ég held kannski að Emil hafi gefið hann svona heldur snemma upp úr kerfinu. Já. Það gerum við. Boltinn lítil hreyfing. Emil. Finnur Breka. Það er villu. Já. Pavel er að fá sína fyrstu villu. Getur það. Já. Á það ekki. Sennilega. Jú. Gerir Breki á línunni. Þetta var ódýr karfa. Það er að kalla á þig. Já. Þannig eru Gústónum. Gústofæjó. Jæja, Breki á línunni. Sjáum hvað Breki gerir. Setur fyrir það. Örgur á línunni. Já, jafnarleikinn. Setna skotið. Breki getur komið okkur yfir. Nei, gera það ekki. Jó, eftir rólur. Amunellu. En maður í aft. Það hefur skoppað á alla mögulega snertiflötu á hringnum áður en hann datt upp þar. Helgi, postar upp. Er Helgi sterkur? Já. Góð vörn hjá Paul Anthony Jones. Lokkar þetta skot. Já, þeir eru bara að leyfa þessar snertingar. Já. Sem að sóknarmaðurinn er að skapa í raun. Og síðan er þetta bara hreint blokk. Já. Brynjar, Emil er á honum. Við finnum Pollard. Já, dæmi villu á Paul Anthony Jones. Önnu vill hann. Það er eins og við segjum. Bara Finnur Atli sem er í villumöndarar, hann er með 4. Við erum á bekknum eins og daginn núna. Já. Haukarnir, KR á línunni. Pollard. Hittir. Menn af aðeins tekið sér saman á vítalínunni. Það er að hitta betur. Það er... Haukur. Haukur eitthvað aðeins að... Já. Næstur að taka frákast. Þetta mátti árið 1985, ekki lengur. Pollard getur hérna stuttur til að byrja með allavega. Finnar boltanum, Breki, Gylfa. Gott frákast. Sjáum að Kári er út af. Kári fær smá kvíld í byrjun. Paul Anthony Jones. Finnur Breka, Gylfa í þrist, ekki honni. Pavel keyrir þetta upp. Finnur Helga Magnússon. Helgi setur rassinn að körfunni sem hann vill alltaf gera. Já, vill á Emil. Emil að halda. Þetta er fyrsta villan á Emil. Já. Það er nú alveg ólíkinn. Hann hlýtur að fara að bæta það einhvern veginn upp. Já. Erum við hérna losnar allt. Þetta var jæja. En hann missir leiðandi. Jæja, það reddaðist. Emil kemur upp. Emil Barja. Stuttur. Pollard sterkur. Hann er búinn að vera góður í þessu leik, Pollard. Já. Brynjar, sækir að körfu, þarna á Haukur að taka ruðning. Haukur fer einfallega bara frá. Já, Emil fekk sín aðra villu. Brynjar hafa runnið þarna til aðeins. Hann var bara að sækja þessa villu. Hann sótti þessa. Kristoffer Eikhoff kemur inn á fyrir Pollard. Pollard kom með 12 stig og Kristoffer 14. Stigasti mennirnir búin að skipta með sér mínútunum mjög mikið. Brynjar, Björn. Getur vítið. Örugg vítaskipta. Brynjar gerir í setna vítinu. Setur það. Sjávaringur konið 3 stigum yfir. Emil. Breki.
Haukarnir, ná ekki að nýta sér þarna smá opnun. Hjálmar, grípar hann ekki. Herru, þetta er náttúrulega bara vill á Pavel. Þetta er 7, 6. Engin hreyfingu Haukunum, 1 sekúndu eftir. Emil erfitt skot, nýtur ekki. Nýtur smók. Kári kemur inn á í Haukum. Hjálmar, skiptur út af. Já, þeir eru að ná að stoppa Haukana hérna mjög vel. Káringar með frábæri vörn. Haukarnir er ekki nógu hreyfanlegir í sókninni. Boltinn gengur lítið og Káringar eru auðvelt með að stoppa þetta. Sjáum hvað gerist nú þegar Kári komin inn á. Brynjar, finnur Pavel. Pavel leysir það, komast alltaf inn í miðjuna. Darri hittir ekki. Pavel með frákastið. Þeir fá annað tækifæri Káringar. Brynjar Björn, fín vörn í Haukum núna. Og Haukum missir Darra. Darri klárar þetta. Sjáum hvað. Hérna klárar Andoni. Kristján, nú verður Haukarnir að fá góða korfu. Emil. Kári. Þarna aftur, alltaf lítil boltarheimgi Haukunum. Kári sækir inn, finnur Hauki Óskarsson. Þetta er bara vill. Haukur Óskarsson. Það var vel gert á Haukunum. Það hlaut að koma að því að myndi hún hitta skoti. Já. Skipti ekki Haukum. Sjá það er enginn að fara út af. Jú, Breki skiptir út af við Kristján. Haukarnir eru nokkuð lágvaxnir innan núna. Það verður bara eitt svona stór leikmaður. Því Emil er ekki að leysa á fjarkan núna. Haukur Óskarsson hittir ekki. Kristján. Kristján verður með þennan bolta. Það er vítanendingin sem er léleg hjá Haukunum. Með það. Já. Nei, Haukarnir ekki vakandi. Jú, Kristján, góð vörð til Kristjáni. Þeim er boltanum. Tækja stöðmunur, 60-62, 7 mínútur eftir. Allt í járnum. Það gerist. Haukarnir skipta á því Helgi Magnússon. Þeir er allt of auðvitað fram í Hauk Óskarssoni sem brýtur á honum. Helgi á línunni. Þetta voru hann í. Helgi kom með 9 stig. Fyrsta stigið hans í seinni hálfleik. Hér hann seinna. Mikkel seinna. Skipting hjá KR. Pollard kemur inn fyrir Darra. Pollard er að spila meira núna. Spilaði mjög lítið í fyrsta leiknum en hefur verið að spila meira í seinni 2. Það verður að skila flotti mínútur fyrir Káringa. Svona Haukarnir. Haukur Óskarsson. Finnur Kristján. Anthony Jones. Finnur Kára, 7 sekúndur eftir skotningunni. Haukarnir verða að drífa sig núna. Kári með þrist, hittir ekki. Kári með boltanum. Það var að Haukarnir að gera betur. Þarna er Kristján bara með opið leið, hann er bara að tróða þessu. Það er bara þannig. Eina leiðin. Pollard gerði vel í vörninni. Pollard á Emil. Það er að gera Helgi Magná. Haukur blokkar þetta. Haukur nær honum. Þetta er villa. Karvagó. Haukur Óskarsson. Vel gert. Blokkar skotið og skorir sín leið með 2 stig, 62-64. Björn Kristjánsson og Finnur eru að gera tilbúin að koma inn á. Haukur er að koma hérna með. Brynjar hittir ekki. Hver er framkastinu? Paul Anthony Jones. Villa á Kristoffer Eikóks. Emil skiptir inn á fyrir Finn. Haukarnir eru ekki til. KR gerir aðra skiptingu. Darri kemur inn fyrir Pavel.
gríðaleg stemning í húsinu. Frábær stemming. Vonum að þetta skilir sér heim til áhorfenda. Áhorfendur eru allir staðnir upp, láta verið sér heyra. Þetta er mikilvægar 5:40 eftir. Kári, Kristján, Haukur. Haukur finnur Pól Anthony Jones. Hann liggur á því að Pól finnur Hauk. Haukur Óskarsson! Kemur Haukum yfir. Hann er að tengja hérna Haukur Óskarsson í kvöld. Loksins. Haukur á Pollard. Fá framlega frá honum og Kári stýrir boltanum. Hvað gerir hann? Ólafur finnur Hauk Haukur Óskarsson. Nei. Þessi verið skemmtilegur maður. Það gerist núna. Ítunum við. Á. Ég veit alveg hvað hefur gerst. Það er einhver aðskota hluturinn á vellinum. Kári ekki að taka tíma. Haukar komnir einu stíð yfir. 5:15 eftir. Þetta verður gríðaleg. Þetta er svo fljótt að gerast en það er bara þannig. Ef við leiðum að Haukarnir byrja að hitta fyrir utan þá verður þetta erfitt fyrir Kári. Heldur betur. En ef þeir eru ekki að hitta þá verður þetta allt svona jafn. Það er náttúrulega bæði liðin að þau eru búin að vera að það hefur ekki verið góð nýting í þessu leik. Við sjáum það að Haukarnir eru 10-31 í þryggjastega sem er svona þolanlegt í besta falli. En inn í teigur er 12-30 sem er alls ekki nógu gott. Saman með vítanýtinguna, vítanýtingin er 57%, það er 8-14. Og meðan að Káringarnir er að skjóta 14-30 fyrir inn að tvekja, 8-26 fyrir utan og 12-17 í vítunum. Það er svona liggur kannski svolítið munurinn í því að Haukarnir hafa ekki verið að fá inside leikinn í gang. Það er að segja við höfum ekki fengið margar körfur inn í tegnum. Kári hefur ekki náð að brjótast mikið inn í teginn og skora. Kári er hérna 2-3 inn í teg og 3-7 fyrir utan. Sem er ekki slæmt. Nei, alls ekki, hann er með góða nýtt. Það er svona framlega kannski bara Kristján og Breka sem að vantar hann til að koma inn. Kristján búið að missa svolítið að leiðabum. Blokk sem að gerir samtalað en hérna á meðan Káringar hafa verið að sækja virkilega vel inn í teginn. Kristófer, Björn. Þeir hlaupa pick-and-rollið. Björn hittir ekki. Frábært frákast á Kristjáni. Haukur með boltan. Þeir eru taka greinlega mjög góða vörn á Hauk núna. Þeir vil ekki fá hann í gang. Kristján. Nú verður hann að taka. Og Haukur opnast. Haukur Óskarsson! Þetta sé ekki, drengir. Víring innkoma hjá Hauki. Frábært, komin í 4 stigum yfir. Brynjar. Frábær vörn á Kára. Nú er þeir vaknaðir. Það er eitthvað að gerast á Haukólum sem við höfum ekki séð allan leikinn. Björn, hvað gerir Björn? Nærinn að svara, 3 stiga skot. Svarar. Þetta verður bara 8 fram á loka sekundum. Það verður bara þannig. 68-67 fyrir Hauka. Þannig kemur Kári. Nei, Kári Jónsson. Hans missir boltan. Nú koma Káringarnir á fullu. Brynjar opnar skalopið fyrir utan hríktalínuna. Setur hann. Kári Jónsson. Þeir eru fljótir að svara Káringar. Þetta er fljótt að báða bóa. Pól Anthony Jones. Það ætlar hann að gera. Og lítið haft sér fram í seinni hálfleik. Finnur Kristján í tegnum. Haukur Óskarsson. Haukur opnast. Setur hann. Jafnarleiki 70-70. Haukur Óskarsson er að draga vagnir hérna fyrir Hauka. Heldur betur. Brynjar. Nú er aðeins að hressa stigaskorið. Fyrir 70-70. Stendur bara í 50-50. Flott vörn í Hauk núna. Þetta Darra finna fyrir því. Björn fær pick-and-roll frá Pollard. Notar það ekki. Finnur Darra. Darri. Finnur Pollard. Þetta er ekki skotað en Pollard. Nei. Hvað ætlar Haukur að gera? Þetta er ekki skynsamt. Þetta er bara ekki skynsamt. Það er bara þannig. Haukarnir segja hann líka. Þegar Haukur er verið að hitta þá bara skýtur hann. Hann er alveg sama hvað. Það er bara þannig. Tekur sér skot. Björn. Verða núna. Það sem að gerist. Það sem eftir þessu leik er það að Káringarnir hlaupa pick-and-roll út í eitt Brynjar. Setur svakalega stóran þrist. Þannig að Haukarnir gera Pól Anthony Jones. Hefur ekki verið að ná þessari hreyfingu sinni þar sem hann hefur náð á móti Káringum. Þristu frá honum. Pól Anthony Jones!
Ég er að segja það, Brynjar, þetta verður eitthvað. Þetta verður einhver loka sekundur hérna. 2:40 eftir, 73-73. Það gerir KR-ingar, pick and roll. Nú er bara eins og liðið geti ekki klikkað. Brynjar finnur Kristoffer Eikóks fær villu. Finn. Haukarnir verða að finna betri lausn á loka mínútunum á mótið þessu pick and rolli. Það er bara þannig. Þeir Brynjar, nei. Pollard fer út af. Ja, þið komir verulega óvart ef að Brynjar Björn hefði farið út af. Já, hann er búinn að vera sjóðandi hérna. Hann er að finna skotið sem loksins. 14 stig, hann er ekki með 0 í hálfleik. Sjáum hver er á línuna. Já, Kristoffer er á línuna. Kristoffer er ekki sterkasta vítaskiptan. Emil kom inn á fyrir Finn sem fekk 5 villur. Kristoffer Eikóks gerir. Hittir ekki. Kristoffer setna skotið. Það var að frákastið. Það var að frákasta baráttan. Þetta er á stutt. Þetta er ekki. Það var ekki að ná honum. Frákastun aftur. Þeir eru bara annað. Ekki fara frá Brynjari. Fínvörðandi Haukum. Hér að Haukarnir núna. Þetta var lélegt. Hittir ekki. Þetta er vill á Brynjar maður. Já, þetta er rétt. Þetta var villa. Fjórða villan á KR-inga. Haukarnir vilja fá okkar meira en bara villu. Vilja meira en hafi slegið svona heldur fast í andlitið á Emil. Það er blóðnað sér. Það er að blóðna sér aftur. Breki kemur inn á fyrir Emil. Sjáum hvað gerist núna. Haukar er að sók 73-73. Það er jafnt. Kemur Kári Jónsson fyrir Hauka. Það eru 2 mínútur og 10 sekundur eftir. Kemur skrín frá Brekka. Kristján. Óskar. Hver við takk? Haukur Óskarsson. Sittur á lófanni. Kemur við 2 stigum. Þá er það vörnin. Nú verður vörnin að vera sterk. Kári er að gera vel núna á Brynjar. Brynjar losnar aðeins. Nei, fín vörn. Kristján, við höfum séð hvaðan hann getur skotið. Það þarf að dekka hann vel. Kristján. Björn Kristjánsson. Nei. Þetta var rosalegt leikað hjá Birni. Jafnar leikinn aftur. Getur komið þeim í 2. Nei, getur komið 1 stig yfir. Haukarnir hitt eiginlega geta skipt bara sókn í vörn. Emil og Haukur. Það væri mjög gott fyrir Haukarna. Sjáum hvað Björn gerir á línunni. Haukarnir verða að stíga út. Björn hittir villa á Pavel. Er þetta ekki bónus? Er þetta bara, nei. Sannlega ekki, eða hvað? Jó, bónus. Það er Brekki sem er á línuna. Ef að spurning var þetta sé bara venjulega sóknarvilla og sé þá. Tvö skot. Brekki fyrir á línuna. Pressu skot hjá Brekka. Þetta komið Haukum 1 stig yfir. Sjáum hvað Brekki gerir. Hann hefur verið góður á línunni í vetur. Þetta eru pressu skot. Mikilvæg skot. Hvað Brekki gerir. Nei, náttaf. Brekki getur jafnað. Það er setna skotið. Hvað gerir hann? Hvað gerir í setna skotinu? Kristinn tala við. Hittir ekki. Kristján. Nú liggur við að Haukar stoppi. Sjáum hvað þið geta gert á móti pick and rollinu hjá KR-ingum. Þeir munu hlaupa það aftur og aftur. Alveg á hreinu. Koma boltanum á Björn. KR-ingar skora hérna. Það gerti á Hauk Óskarsinni. Hann var ekki svo boltan.
Pick and roll, aftur. Kristján. Frábær hreyfing hjá Eikhoff. Frábær hreyfing. Auka taka tíma. 30 stiga munur. 1:17 eftir. Skal alveg viðurkenna það. Ég er það spenntur, ég hef eiginlega ekkert að segja. Bara... Ég sem að segja ekki mikið. Þetta er svakalega spenna. Svakalega spenna. 1:17 eftir, 78-75 fyrir KR. Haukarnir eru einfallega bara ekki að finna lausn á móti pick and roll leik KR-ingana og þeir eru að komast allt og djúpt inn í teginn. Já. Og spurning hvort að Ívar setið fyrir kannað eða hvort þeir haldið sér sitt, en fá körfu núna er algjör lífsnauðsinn. Já, þeir verða að fá körfu hér Haukarnir ef þeir ætla að vera í þessum leik. En þetta er samt ekki búið þó þeir skora ekki. Nei, það er nóg eftir. Það er mikið eftir. Bæði líka komin í bónus. Já, leikurinn gæti ráðast á línunni. Það vantar reyndar, bæði líka komin í bónus. Breki var að klikka og mjög mikilvæg vítum. Þannig að, eins og segi, Haukarnir eru 8 af 16 í vítum. Það er leikurinn. Það er ekki spurning. Við gætum verið, eins og þú segir, með góðri, þá ættum við eiga hann inn í myndarlega 4 stig sem ætti að vera okkar. Nú sjáum við að KR-ingar að spila svona sóknar og varnarleik. Brynjar er út af í vörninni. En ætlar að reyna að skipta inn á leiðum og sóknin byrjar. Það gerir Kári, æðir á hann. Nei. Já! Paul Anthony Jones. Þetta er hans skot. Setur hann! Kári með leikliða. Það er bara, já, eða hvað? Það er skipting. Nei, bara skipting, bara. Jó, tímið tekur Finnur. Leikliða. Herðu, þetta er orðið óbærilegt hérna. 77-78, 1:04 eftir. KR-ingar fá boltan á sínum sóknarhelming og geta komist 4 stigum yfir með frist. Já. Eða lay-upi og end one. Það er hérna, ég spáði Haukarnir skipta ábyggilega inn á núna. Emil gæti komið inn á fyrir Hauk. Emil var komin inn. Já, Emil var komin inn, fyrirgjöð. Það er réttur. Hauka á móti Val og geta með sigri tryggt sæti í úrslitum í þeim vettvangi. Það er ásveitið klukkan 19:30 á morgun í handboltanum. En nú er það kvöldbolti. Allir enda það er mínúta eftir að skýra okkur. Nú förum við á því. Á hest leikurinn aftur. KR-ingar með sitt reynslu mesta liðin á. Helgi Magg kemur inn á. Haukur er á honum. Paul Anthony Jones á byrni. Breki á Kristoffer Eikhoff og Emil Barja á Pavel Ermolinski. Þetta er svakalegt. Gerir Brynjar núna. Það er pick and roll, enn og aftur á. Fín vörð hjá þeim. Þetta er alltaf auðvelt. Villa á Breka. Nei, það er bónus. Það er bónus. Við megum ekki vera að hlaupa Brynjari mikið á línuna. Hann er einkar örugg vítaskita. Þetta eru 2 örugg vítaskott. Það er ansi 2 örugg stig. Það er nokkuð ljóst. Þannig að þeir fara hérna 3 stigum yfir væntanlega. Brynjar gerir. Brynjar hefur verið þessari stöðu ansi oft. Setur fyrir á henni. Það gerir setna. Haukar verða að stíga vel út. Það gerir Brynjar Þór Björnsson. Hittir. Sallar Ólafur á línunni. Kári Jónsson. Það gerir Kári. Paul Anthony Jones. Kemur upp á körfunni. Flóter. Hittir ekki. Hvenær á hlustunum? Kári frákvæmstinu.
Káir boltan, Brynjar á að klára leikinn fyrir Káiringa, augljóslega. Það eru 30 sekúndur eftir, 77-80. Megi ekki fá á sig körfu núna. Sjáum hvað þið gera. Kemur Kristófer Eikóks í pick and roll. Vel gert hjá þeim. Brynjar. Gerir þetta vel, þetta voru skref. Hitt ekki Kristófer Eikóks. Nei, hann dæmir villu á Breka. Þetta ekki góður dómur. Brynjar skrefaði svakalega. Þegar hann tók feikið á Kára, þá hreyfði hann báða laðfinnar. Það hefði verið dýrmætt að fá það mót. En Kristófer Eikóks ekki sterkasta vítaskjötan sem betur fer. Sjáum hvað hann gerir. Það eru pressuvíti á Kristófer Eikóks. Hann gæti gert út úr leikinn hér með því að hitta úr öðru. Út úr leikinn. Hann hittir. Ívar tekur tíma ef hann hittir aftur. Sjáum hvað Kristófer gerir setna. Hittir. Leiklega. Þetta verður 5 stigamunir fyrirgefum. Þetta verður erfitt hjá Haukum. Eikóks að klára runni leikinn hérna á línunni. Mjög líklega. Fyrir Káringa. Það eftir. En mikið óboðslega þetta stór bónur á þessari sekúndu. Algjörlega. Ég væri til að geta séð þetta aftur því að þetta var mikil barð undir körfunni. Mikil barð og það ekkert verið búið að dæma á þetta. Nei, mér finnst það ekki. En það verður flott að sjá hvað Haukarnir gera. Haukarnir þurfa 3 stiga körfu, ekkert minna. Og mjög snögga og brjóta strax. Sjáum hvað Haukarnir ætla að gera. Setur upp í kerfi. Fyrir Kára. Haukarnir bolta komin inn. Annað innkast. Þetta var ekki nógu gott í Haukunum. Sjáum hvað þið gera núna. Hlaupaðir aftur saman kerfið. Hvað Haukarnir gera. Þeir verða að fá snöggan þrist ef þeir ætla að fá ykkur út úr þessu. Pavel fer inn á Emil. Það bara að senda hann á Kára. Kári, þristur, hann ekki inni. Breki. Haukarnir engastið, annars Jens. Haukarnir gera núna. Kári setur hann. Nú verður Haukarnir að fljóttir að brjóta. Eru lengi að þessu. Já, ok. Kári nær að brjóta. Nú liggur við að Helgi klikki úr öðru eða jafnvel báðum. Sjáum hvað Helgi Magnússon gerir. Þetta var stór þristur hjá Kára. Stór þristur hjá Kára. Risa stór þristur. Heldur okkur inn í þessu. Það lína sem að enn og aftur segir til sigurvera hér í kvöld. Helgi Magnússon einn af reynslumöstu leikmönnum. Já, þetta nú, þessi bæði er nú að vera honni. Mér finnst að standa á línunum. Helgi, setur hann. Geta Haukarnir bara jafnað. Ég held að Ívar eigi ekki leiklið eftir. Og hvað Helgi gerur setna. Setur hann, tryggir hann. Líklega eftir ekki nema Káarginni gera einhver stórkostleg mistök og brjóti að Kára, en þeir gera það ekki. Varðu! Við þurfum að brjóta, snöggir. Já, flott. Herðu, það er eftir. 2 sekúndur eftir og það er 1 stig. Haukarnir eiga náttúrulega ekki tíma held ég, það er allt sjálf örugt. Haukarnir eiga ekki tíma eftir, það eru 2 sekúndur. Þetta verður að vera
Þetta er alveg magnað. Það er ennþá möguleiki, pælti því. Það er ennþá smá möguleiki eftir hérna. Hvað gerir Helgi? Helgi Magnússon, tilbúinn, nýbúinn að hitta úr tveimur, mikilvægum vítum. Hvað gerir hann núna? Hann klikkar. Þetta er möguleiki. Gott fólk, þetta er möguleiki. Haukur fer og stígur út. Sjáum hvað gerist núna. Hann klikkar vísvitandi. Breki. Nei, aldrei möguleiki. Því niður. Haukarnir tapa leiknum með 1 stigi, 83-84. Káringar taka hennar fórustu í yfirinu 2-1. Næstu leikur á laugardaginn klukkan 8 í Frostaskjóli. Þetta er leikur sem að tapast á vítalínunni. Það er bara þannig. Það er nokkuð ljóst. Þegar að þú klikkar í svona leik á held ég 8 vítaskotum af 16 þá er það bara einfallega of dýrt. Og Haukar eru bara voru ekki nógu sterkir þegar að mest lá við. Vorum að klikka á vítum og auðveldum hlutum. Já, þeir byrjuðu bara á seint að gera eitthvað svona viti. Það er eins og þeir voru en tökum ekkert að Káringum? Nei, alls ekki. Þeir spiluðu hefur komið henni í kvöld. Fullir sjálfstraust, með frábæra vörn, með frábært skipulag og ég held að Finnur þjálfari hefur skilu og þetta er náttúrulega bara fyrst og fremst hans sigur þetta. Við þurfum að ljúka þessu því að Stöð 2 hafi glimt mækrofónum heima og þurfa að fá okkar lána. Þannig að við segjum bara gott kvöld og takk fyrir okkur og við sjáumst hérna í 5. leiknum. Það ekki? Það kemur í ljós. Ok, takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur.